Knan, K-N-A-A-N. Og það skal tekið fram að þetta lag var endirinn á síðasta þætti. Þetta ekki byrjunarlagi hjá okkur. Já, þetta var ekki okkar fyrsta lag. Þetta hins vegar þátturinn FM 95 Blöð sem heilsar ykkur á þessum miðvikudegi. En þó að sé miðvikudagur þá hálfgerður föstudagur í mann, ekki satt, Pétur Jóhann Sigfússon. Jú, takk fyrir. Jú, Pétur Jóhann Sigfússon mættur hérna. Þetta náttúrulega Wednesday. Já, það Wednesday with a touch of Friday, eða ekki? Jú, mér finnst bara miðvikudagur eiga að vera nýju föstudagurinn. Bara punktur, það sama hvort það páskar eða ekki. Já, bara alla daga. Já, mér sýnist það. Men af hverju ekki? Ég sé enga ástæðu til að fólk sé eitthvað að bíða eftir föstudegi. Nei, komið páskaskap í þig? Já. Skreita allt heima. Og setja upp páskaliljur og svona. Svo gerði ég nýtt núna. Þetta bjóð til svona páskamúsastega. Já. Sem eru í rauninni eins og jólamúsastegarnir, en bara gulir. Gulir og... Já, bara gulir. Ok, já, bara gulir. Þetta svona gulur kreppapir í þessu. Já. Gjöðara flott maður. Já, ég trúi. Svakalega. Ég sá náttúrulega í dag var húsasmiðan að auglýsa páskaskraut með 50% afslætti. Já. Hvað núna ef ég spyrir, hvað páskaskraut? Það ekki bara ungar og hvað? Hvernig skreytur fyrir páskana? Bara með svona litlum gulum og fallegum ungum og hænum og svona, allt svona kjúklingatengt. Já. Og svo þetta með eggin. Eggin, já. Svona bara gul, svona pappa egg. Og svo fallega svona gula borða og liljur, páskaliljur sem eru náttúrulega gular og grænar. Hvað heldur þú? Já, það af nægu að taka, elsku vinnur. Þannig að það léttilega hægt að skreita vel fyrir páska? Já. Það gerir lífið svo miklu skemmtilega að skreita hjá sér allskins með svona hinu og þessu dóti. Já, við Pétur ætlum að koma ykkur í þvílíkt páskaskapinn í dag. Það ekkert flóknara, við erum með smekkfullan þátt, við vorum að renna inn með fullan bíl af skemmtiefni. Það oftast fullan bíl af tónlist sem rennir inn í þetta stúdíó. En í dag erum við með ángríns fullan bíl af skemmtiefni. Það eiginlega bara of mikið að vera hjá okkur strákan. Og það orðasönnu hjá Rauðum Blöndal og við ætlum að fara yfir það ég get sagt ykkur að við keppum í karaoke og það verður þið hlustendur góðir sem að velja lögin. Við keppum líka í einleik og það í fyrsta sinn sem það gert hérna hjá okkur strákunum í útvarpi. Og ég pínu stressaði fyrir því, viðurkenna, en gæti eins og verið skemmtilegt. Þetta óþægilegt. Þetta óþægilegt en gæti verið skemmtilegt. Það sem við keppum í einleik og svo ringjum við í 2 fyrirtæki hér í bæ þar sem að við erum svona, karaktera sem ætla bara að gera hlutina sjálfir. Það svolítið svona nýtt í okkur. Við erum að hugsa að það eru allir skítblankir í Íslandi í dag. Það allt og dýrt. Hvernig væri að ringja bara í fyrirtækin og segjast ætla að gera þetta sjálfur og erum svona að biðja fyrirtækin að aðstoða okkur með það? Já. Ég get ekkert útskýrt það betur það? Nei, við útskýrum það bara betur þegar það kemur. Já, og svo náttúrulega Q&A á PSN, þar sem að þið, kæru hlustundur, sendið inn á Twitterin hjá með spurningar sem að þið vilja að ég spyrji Pétur og ég lætar allar gossa á hann. Við erum búin að gera þetta á flesta hérna og Pétur eftir. Þannig að, það hérna setna á eftir en að gera þeir eru konum með spurningar. Farin á Twitterin hjá með AudiB og dæla inn spurningum. Ég veist ekkert þetta. Nei, ég var búin að gleyma að segja frá þessu. Þetta kallast Q&A, Questions and Answers, fyrir þá sem skilja ensku. Og svo ætla Pétur hérna rétt og eftir að prófa nýjan lið sem að kallast rólega og rómantíska innkoman. Já. Við erum búin að vera svolítið með hressu innkomuna. Já. Hún hætt. Já. En okkur ekki vera svolítið rólegir og rómantíski stundum á miðvikutum? Já, mér finnst að brenna svolítið við hjá fólki að vera of mikið að hengja sig í því hvað klukkan er. Já. Og hvað að gera, þú veist, það telst einhvern veginn eðlilegt að vera með rólegt og rómantískt á kvöldin. Já. Ég segi bara, akkur ekki milli 4 og 6? Já, við erum ekki... Hábjartan daginn, rólegt og rómantískt bara með hábjartan á miðan dag. Við erum ekki með það í allan dag, en við erum ein innkoma eftir sem að þú ætlar undirbúa. Já. Og ég hlakka persónulega til að heyra þá innkomu. Þannig að eins og ég heyri að þá nóg að vera hérna á okkur strákunum og ég vil óska Gylfa Sigurðssyni hjartanlega til hamingju með að hafa verið valinn leikmaður marsmánaðar í ensku knattspyrnunni. Já. Hann að spila núna með Swansea. Já, hérna. Hann hérna á Hann á öllum íslenskum vefmiðlum, en það þetta stórkostlegt afrek. Þetta maður sem fekk ekkert að spila hjá Hoffenheim. Það þetta búið að reka þjálfaran sem var með hann hjá Hoffenheim. Og ég þannig típa, ég svona, I hold a grudge. Þannig að mér finnst það að koma illa fram við mig. Og ef ég væri Gylfi Sigurðsson núna, þá myndi ég senda 12-póst á fyrrverandi þjálfara Hoffenheim sem rak hann með þessu hérna lagi. Þjálfara Hoffenheim. Þjálfara Hoffenheim. Þjálfara Hoffenheim. Þjálfara Hoffenheim, þetta hlusta. Þetta myndi ég senda á hann. Maður sem fekk ekki að spila bara í einhverju þýsku liði, bara orðin besti leikmann í ensku úrvalsdeildinni. Þetta köllum við KO á svona vitleysinga sem að hleypa ekki okkar mönnum í liði. Hvaða lag er þetta? How do you like me now? Þetta er lagið sem ég myndi senda fyrir hann til þjálfara Hoffenheim. Við spilum hérna á stöðinni. Ég væri Gylfi, en er þetta fíl þetta?
Minnst það flott. Já, þetta er að koma svolítið í gýrin hérna. Þú byrjar að dilla þess. How do you like me now? Þetta var hann að senda honum. Spikfeitur þáttur framundan og þó að eins gott á þetta lag er, að þá er næsta lag líka partí. Það er allt að gerast, það er að koma páskar. Það er einhverju búinn að rífa flippan af einum kvöldu núna. Svona er þetta bara. Miðvikudagur, föstudagur. Þetta er bara rugl. Og Bauhaus bara að opna bráðum. Slúðrinu hérna hjá okkur strákunum í FM 95 Blö. Vilt að ég ramnið inn, Pétur? Að sjálfsögðu. Ok. Slúðrið í FM 95 Blö. Var Johnny Depp að köpa sér nýjan bíl? Ég veit ekki, hefur þú heyrt eitthvað? Er Denzel Washington að fara að leika í þessari mynd? Hvernig kemst maður aðeins öllu saman? Slúðrið hjá FM 95 Blö. Það er húsfélagið Frostafold 20 sem býður þér upp á slúðrið í FM 95 Blö. Það er hárétt, það er húsfélagið Frostafold 20 sem býður ykkur upp á slúðurpakka dagsins. Við þökkum þið fyrir það. Já, við þökkum þeim kærlega fyrir og ég ætla að byrja slúðrið á Gordon Ramsay. Er það vinurinn, Pétur, þekkir hann? Kokkurinn? Já, akkurat. Hann er ekki vinur, ég þekki hann ekki persónulega, nei. Nei, en þú veist hver þetta er. Veit hver hann er, já. Já, hann er með allt niður sig, ef ég á að vera alveg hreinskilinn, já. Hann sem sagt hélt fram hjá konunum sinni í einhvern tíma og það komst upp og það fór allt í háaloft, sem er skiljanlegt. En konan hans ákvað að gefa honum séns og hann sem sagt var að halda framhjá með einhverjar konu sem er eitthvað fræg í Bretlandi, hún heitir Sarah Simons. Og þetta sem sagt komst í slúðurpressuna og var allt vitlaust. En svo í dag er konan hans búin að fyrirgefa honum og þau fóru í eitthvað svona counseling og eitthvað og eru búin að bjarga sambandinu, eiga börn saman og annað. Nema það að núna var það að koma í ljós að Gordon Ramsay og þessi Sarah Simons þarna sem hann var að halda við, þau ákvaða að smella saman í kynlífsvídeó í einhverju flippi og það er víst á leiðin á neti. Á leiðinni? Já, það er ekki komið á netið en lögfræðingar hans eru að reyna að stoppa þetta og samkvæmt slúðurpressun úti að þá gæti þetta orðið róthöggið til þess að svona endanlega eyðileggja hjónaband Gordon Ramsays og setja smá högg á fyrirlega hans. En voru þau ekki búin að setla þetta? Jó, þau voru búin að setla þetta. Já, en ég held hann þegar hann var að útskýra fyrir konunni hann að vera að halda framhjá og það held ég hann ekki tekið það fram að þau hafa verið að mynda það. Nei, ok, þannig að það er verra. Já, er það ekki? Hvað það er að fara að koma á netu? Þetta er náttúrulega viðbjör. Ég döðvorkinu konans. Það er bara... Jú, skiljanlegt. Já. Kannski ekki. En þetta er þetta ekki svona versta sem þú lendir í? Þegar þú ert búin að drulla upp á hnakka, það er búið að skeina þér og svona þrífa þig og þú ert búin að svona ná að sjatla þetta. Já. Að þá kemur bara vörubíll af leðju yfir andlitaður. Já, og yfir þið allan. Já, það er svona pína sem Gordon Ramsay er að gangi í gegnum núna, sem rétt fyrir páska, hann er gangandi leðja, mínum að því. Þetta er samt í rauninni sami hluturinn, nema bara að það var myndavél sem að tóku upp, þú veist, það var alveg... Já, og maður er alltaf að lesa einhverjum stjórnum sem það er alltaf einhver vídeo að fara niður. Ert þú eitthvað í þessu? Ert það myndað eitthvað? Nei, ég hef nú ekki gert það mikið, Nei? Ekki allavega svona, ekki hef ég allavega verið að taka sjálfstæðar ákvarðanir það, Nei. Enda líka náttúrulega, þú veist, nei, ég meina það getur vel verið að sé til myndband einhvers staðar, eitthvað. Það sem einhver bara lent á í þar. Einhver annar hefur tekið upp. Já, það er enda góð punktu. Þetta er eitthvað sem þú vilt ekki lendi í, það sé bara falin myndaðel. Maður vill þá fá að vita af þessu. Já, maður vill það, Það var allavega enginn og það var ekkert verið að lýsa upp og breyta stælingar fyrir myndaðelina. Þú voru ekkert ekki þátt í því. Nei, nei. Nei, með Jörður þá myndi sleppa það líka. Já, ég held að eftir þessa frið. Já. Svo er þetta alltaf, þú veist. Það er alltaf reglulega að koma upp svona mál. Ég veit það er það sem ég er að segja. Það er svo séu flestir í þessu, þess vegna spyr ég hvort að þú þekkir þetta. Nei, ekki heldur. Næsta mál, það er hann Alec Baldwin, en hann er að fara að gifta sig. Hann er samt brjálæður, hann er að fara að giftast 28 ára gamalli konu sem er frá Spáni. Ég held hérna, en hún kennir jóga í New York og hann er núna brjálaður út í slúðurpressu í New York því hann var búin að ná að halda þessu bara fyrir sig. Hann er að fara að geta þenni og þessi stúlka er ekki fræg. Alec Baldwin, fyrir þá sem ekki vita. Leikur í 30 Rock og fleiri þáttum. 30 Rock, já. Já, er einn af mínum svona uppáhaldsleikurum mér finnst hann hrikalega góður þar. Já. Og hann er núna brjálaður því að hann vildi ekkert að það kæmi í slúðurpressuna hann væri að fara hvaða stúlka hann væri að fara að giftast og eitthvað. Ég skil hann ekki alveg, hann er það frægur að fólk myndi alltaf frétta þetta. Já. En þá var verið að taka myndir af stelpunni þar sem hún kennir jóga í New York og hann réðst á eitthvað ljósmyndra. Hún er 28 ára og hann er 58 ára. Já, það er einhver tæp 30 ára á milli. Já. Finnst þið það viðbjóður það? Nei. Nei, því þú svona kommentaðir á það. Ég er bara ánægður með hann. Já. Þetta
Þetta þú veist, þú verður að teljast afrek. Já, fólk svo misjandi í þroska líka. Já. Ég held að hann sé að glíma við blöðgenið. Blöðgenið? Já. Sem Já, svona, þú veist, við virðist ekki þroskast jafn hratt á aðri kallmenn. Þroskast. Það svona. Já, það samt svo fallegt með því að þú horfist í augu við þetta, sko. Já, sjálfsögðu. Þú veist af þessu. Já, ég meina, við erum hérna á fertugsaldri og erum á FM 957, Pétur. Þetta bara eitthvað sem við þurfum að horfast í augu við. Já, það alveg rétt við. Þú ert bara svo heppinn og þú átt konu og börn, núna að fela þetta betur. Já. Nema, ég get ekki falað mig á baka það. Nei, það erfiðara fyrir þig. Já, nú, hvað ertu bara einn? Já, félagið minn að leigja með eitthvað svona. Herru, já. Það mín eigin ákvörðun, samt. Já. Og næsta slúður? Næsta slúður, það af félagið mínum honum Russell Brand. Sá hefur hækkað í álitið á mér, þvílíkur spaði. Hann sem sagt... Það aftur hver? Hann grínistinn hérna dökkarið með síðahári sem var giftur henni Katy Perry. Lék í myndinni endurgerðin á Arthur daginn og lék í Get Him to Greek og Forgetting Sarah Marshall og fleiri myndum. Hann vill koma þessum skilnaði sem bara í gegn á sem sneggstan hátt. Hann hefur engan áhuga að fara eftir helmingum af eigumennar þó svo hún þéni mun meir en hann og svo núna nýjasta sem að svona sýnir hversu mikið hann vill klára þetta mál að hann til í að gefa henni bara Hollywood húseiðra sem neti á $6,5 milljónir sem það keypti saman. Og maður spyrir sig, hvað þessi maður að þéna heila? Já, þú rífur þetta ekkert upp á gödunni maður? Nei, þetta alveg kannski kannski voru þið búin að borga eitthvað inn á þetta og svo náttúrulega bara vera að borga leigusamning og eitthvað þannig að þetta kannski ekki allur þessi peningur. Svo ég meina hann á alveg nóga selum. Já, hann virtur grínisti og góður stand-up-gaur og hann vill bara koma sér í gegn, hann greinlega þreyttur á þessu og öllu slúðrunu sem þessu fylgir, þessum skilnaði. Snúa sér á næsta máli? Já, það ekki. Byrja að leigja með vinni sínum bara. Allt ekki aftur. Þetta var bara fyrsta sem ég dætti í huga að segja. Já. Það bara allt í lagi. Það minn stærsti galli, veit ég. Ég segi ofta eitthvað bara sem að ég bara svona fyrsta sem að mér dettur í huga að segja á þess að vera búin að hugsa það. Það oft koman í bobba. Það oft komið mér í bobba. Að hugsa ekki áður að framkvæmir. Eða talar. Já. En hvernig varst ekki bara ánægð með að slúðubaka? Síðasta slúðubakinn, síðasti fyrir páska. Hann var spikfeitur þessi. Já, hann var nettur og þéttur. Hér rétt að handa við hornið í fyrsta sinn í FM 95 blöð. Einleikurinn, eða keppni í einleik eins mikið og í kvíði á hlusta minn einleik þá hlakka ég gríðarlega til að hlusta á þinn þannig að þetta win-win, þetta svona win-lose einhvern veginn. Ég hlakka miklu meira til að heyra þinn heldur en minn. Hvað fjallar þinn? Ég veit það ekki. Við heyrum hann hérna eftir örskama stund. Við ætlum að fá hins vegar núna Alice Reed með Alone Again. Þetta er fallegt. Svaðalegt lag hér á FM 95 blöð. Bara að vera hérna með þér í þessu stúdíu að koma mér í páskaskap. Þeir að hlusta hérna FM 95 blöð. Öddu og Pétur konir í þvílíka páskaskapið og það styttist hér í einleikinn, það sem við keppum í einleik, en við vorum að spá í áður við förum í hann að opna fyrir það því að við tökum náttúrulega karaoke keppninu eftir og við ætlum að vera með sömu reglur og við vorum með síðast ekki að leyfa hlustendum að velja hvaða lög við að syngja. Það var svona skemmtilegt tvist og tengir hlustendur inn í þetta. Það er svo mikilvægt þetta. Er það ekki? Jú. Þú ert með útvarpslegend, á maður ekki að tengja hlustendur inn í? Jú, það er bara 101 útvarp. Þannig að nú erum að gera að ringja í 511-0957 ef að þið eru með góðar hugmyndir að lögum fyrir okkur til að syngja í karaoke-keppninni en eftir. Og við tökum niður svona 5-7 lög og syngjum einhvað að þeim. Það er bara þannig. Og ég vil taka fram kæru hlustendur að við getum ekki sungið íslensk lög. Því að karaoke-vélin okkar hérna er ekki með íslensk lög. Því miður. Sem er synd. Það bara við verðum bara að spila úr því sem við erum með þetta. Já, menna hvað, við getum ekkert annað. Ég er ekki með pennan, nærðu í þennan þarna sem er þarna? Já, ég skal bara skrifa niður lögin. Já, þú skrifa þetta, 511. Hérna er þetta, 511-0957 og símir hringir hérna, FM 95 blöð, góðan daginn. Halló. Já, með það ekki, FM 95 blöð, góðan daginn. Þessi er skemmtilegur. Okkur heyrist ekkert. Sko, ég er búinn að taka hérna upp. Mér er svo gaman að svona rugli. Fyrir síman, nei, sko, nú er eitthvað að klikka í kerfinu, sko. Nú er einhver smá bilun hérna í kerfinu hjá okkur. FM 95 blöð? Nei, svo það kemur ekki inn. Tölvan eitthvað að stríða okkur hérna hjá okkur. Æ, hvað er þetta? Ég finnst þetta gaman. Já, nú veit ég ekki hvað... Gerðu þetta bara ít á takkan nú. Ég veit ekki hvað takk ég á ít á. Af hverju kemur ekki síminn inn? Gerðu það aftur. Gera hvað, Pétur? FM 95 blöð, góðan daginn. Nei, ég get það ekki af því að ég heyri ekki í fólkinu. FM 95 blöð, góðan daginn. Ég þoli ekki þegar ég drull á mig henni í þægninni. Ef þú ætlar að hringja út, hvað gerir þú þá?
Það bara, sko, þetta ekki tengt í. Sko, sleðarnir hérna eru uppi. Þannig að það einhver svona falinn takki hérna sem einhver búinn að reka sig í. Og ég veit ekki hvernig ég á að taka hann af. FM 95 Blöð, góðan daginn. Hættu þessu þarna, Astur. Mér svo gaman, kemur alveg þögn og enginn að svara. Já, sko, við verðum að vera búin að laga þetta fyrir einleikinn sem hérna núna eftir örskamma stundi að þá hringir fólk inn og gefur atkvæði. Þannig að það sem ég ætla að gera núna, þá leiðilegur. Nei, hvað? Ég veit ekkert hvað að gerast hérna. Stökkt þú bara náði í tæknimann, ég skal spjalla bara með hann. Já, eða við bara hoppum með örstu skilabóð og græjum þetta með hann. Herru, afsakið þetta, kæru hlustundur, við erum konið þetta eftir örskamma stund með Síman í lagi. Halló, ertu þarna? Trúbadorkeppni FM 957 Túborg, Smirnoff og Dílar.is á úrillu Górlunni. Nú komið að þeim árlega viðburði þegar við veljum Trúbador FM 957. Ef þú hefur gaman að því að syngja og spila, þá þetta þitt tækifæri. Skráðu þig á heimasíðu FM 957 og komdu síðan í pröfu. Þeir bestu fá að spreyta sig föstudagskvöldin 20. apríl á úrillu Górlunni þar sem Trúbador FM 957 verður krýndur. Athugið, alltaf 3 aðilar geta verið saman í atriði. Vegleg verðlaun í boði. Nánar upplýsingar á fm957.is. FM 957, Túborg, Smirnoff og Dílar.is. Dílar.is. Nýr hópkaupsvefur fyrir þá sem vilja meira fjör. Fjörið hefst með Túborg. Rafmagnsgítarar og magnarar frá Fender, Ibanez og Washburn. Úrval effekta og aukaluta fyrir gítarleikaran. Hljóðfarahúsið Tónabúðin, síðum ára 20. Landkynningar Íslands. Caroline McCall, forstjóri EasyJet, 10. stærsta flugfélags í heimi, gesturinn í nýjasta þættinum af Klikkinu. Spjallþættu viðskipti og efnahagsmál. Sjáu þáttinn í sjónvarpinu á Vísi. Ertu fermingabarn? Áttu fermingabarn? Þekkjurðu fermingabarn? Ertu að fara í fermingaveislu? Gefðu hamborgara í fermingagjöf. Gjafabréfin eru selt á staðnum. Hamborgarafabrikan. 5757575. Fabrikan@fabrikan.is. Netinnritun hafin. Sumarskóli FB. Styttu þér leið í brekkurnar í Bláfjöllum. Kauftu passan og nestið á N1 Ártúnshöfða á leiðinni í Bláfjöll. N1, meira í leiðinni. Magasín á FM 957. Á mánudögum erum við með kvikmyndagetrun og spilum kvót úr frægum bíómyndum, hlátur, raddir og alls konar rugl. Life was like a box of chocolates. Þú gæti næstir í 5.000 kr. inneign hjá Filmon.is. Morgun þátturinn Magasín. Virka mótna klukkan 7. FM 95 Blöð í boði. Nýtt hjá Kredia. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredia, láttu það eftir þér. Lakirón og þú týnir þig kynnslóðum. Þú ert að hlusta á FM 95 Blöð á FM 957. Ég held að þessi komið í lag með Síman núna. Ég ætla rétt að vona. Það steytist hér í einleikinn hjá okkur strákunum. En við ætlum að opna fyrir Síman og leyfa hlustendum að velja hvaða lög við strákundar eigum að syngja í karaoke-keppninni hérna eftir. Og eins og við komum inn á hann, þá er ekki hægt að velja íslensk lög. Þannig að nú erum að gera að syngja í 511-0957 ef þeir eru með góða hugmyndalægi. Ert þú með eitthvað sjálfur í huga, Pétur, eða sem þú vilt syngja? Nei. Ég bara til í hvað sem með. Já, tekum bara hlustendum. FM 95 Blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hver er að syngja? Það er bara ég og Pétur, keppum báður eftir. Ok, Pétur, ég er með gott lag fyrir þig. Já, hvaða lag er það? Mangebjuter. Mangebjuter? Já. Hvað er það? Það er danskt lag nema mestalagi bara sagt Mangebjuter. Mangebjuter, herru, ok, takk fyrir þetta. Mangebjuter, við þurfum að aðtóa hvort við finnum það hérna í karaoke-kerfinu. Ok, annars þá er það Mirror. Mirror, já, ég var reyndar alveg til að heyra, Pétur, taka það. Herru, takk fyrir þetta, Unnur. Já, bye. Ok, bye. Takk, bye. Herru, við erum að fá hlustundur til að velja karaoke-lögin okkar hérna eftir, FM 95 Blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hvernig ertu? Ég er bara góð, sko. Er komið páskafyllingur í þig? Já, svona smá. Smá, já, ok. Er ekki verið lag fyrir ykkur eða lög? Jó, endilega. Herðu, ég er með eitt lag. Já. Sem eftir Whitney Houston, I Will Always Love You, hérna. Vá, það er pottið til á karaoke og þetta er ágætis hugmynd. Þetta er erfitt lag samt. Ég veit að hérna valdi ég það, sko. En ef einhverja pípur ráða við það, þá er þessar tvær hérna í stúdíónu. Það er svo rétt hjá þér, Rúti. Það er það. Það má líka velja fyrir hver á að syngja það, eða? Já, við ætlum svona að tjekka á því svo bara eftir. Þið megið bara velja það, sko. Hvern myndir þú helst vilja heyra að syngja það? Sko,
Ég væri alveg til að heyra Pétur. Ég held að Auður myndi ekki höndla. Nei, menn þetta... Fyrir Auður, sko. Ok. Þetta er tekið til greina. Já, þetta er gott lag, ég er ánægður með þetta. Ánægður með þetta. Takk fyrir þetta, Unnur. Takk fyrir þetta. Ok, gjör svo vel, bye. Herru, tökum hérna svona þrjá í viðbótum. Það komni allavega 2 góð lög að mínum að Mirror og I Will Always Love You. FN95 blögg, góðan daginn. Góðan daginn. Herru, ég var alveg til að heyra ykkur syngja Climax með Usher. Climax með Usher, það er eitthvað, það er hágætt sem við líka. Climax maður. Með Usher. Herru, hvern myndur þú vilja heyra? Syngja þetta. Svona í þínu draumalandi. Í mínu draumalandi væri það Auðun Blöndal. Climax með Usher. Það er aldrei að vita um ég gefið litla páskagjöfu hérna eftir. Gleðilega páska. Gleðilega páska. Takk fyrir það. Það er ég heyra það bara hlustundu, þeir eru góðu skap og við. Það eru páskar í loftunni, ég fíla þetta. Það er einhver púki í liðinu. Já, það er einhver púki í okkur. Herðu, FN95 blögg, góðan daginn. Halló, herðu. Já. Ég langar rosalega að heyra Pétur syngja hérna Skattmann. I'm a Skattmann. Ég var til í það líka. Ég myndi það rosalega hressandi. Já, þetta er eiginlega bara slegið. Ég held að Pétur sé að vera að syngja Skattmann hérna eftir. Eina sem er slentið og þá veit ég tapa. Því að sko, hann er nógu fyndinn og krúttlegur og þegar lætur hann hafa svona fyndilega líka, þá á ég ekki breyk, sko. Það er svo skemmtilegt. Ég er sammálaði, út og það gengur þetta. Við hendum við síðan. Ok, bye. Herru, 2 í viðbót því að sko að mínum að þeir eru komin 4 góð lög. Ég er mjög ánægður með hlustendur núna. FN95 blögg, góðan daginn. Já. Sælir, hvað er kallinn? Ég var náttúrulega að pæla í, sko, þannig að ég er náttúrulega með lagi fyrir Ödda. Hvað er það? Það er hann að 80's lag sem hún getur tekið þessu við. Ok. Kannastu við þetta Broken Wings með Mr. Já, kannastu það? Já, getur við tekið það? Broken Wings, ég skal skoða ef það er til hérna í kerfinu, það var aldrei að vita. Já. Herru, takk hjálpa þér Unnur. Ok. Takk fyrir. Herru, það var síðast. Er þetta hérna? Take these broken wings and make me fly again. Ég held það. Let me go. FN97, góðan daginn. Góðan daginn. Hvaða lag verður þú til að heyra? Mér er alveg þetta í hugin að Bohemian Rhapsody. Vá, það er margt draumar. Nei, já, það er pointið. Já, ég veit það. Ég ætla að skrifa á þetta. Skrifa á þetta. Já, Bohemian Rhapsody, það er þetta flott lag. Þetta er töff lag. Já, ég held að þetta sé einhverstaðar að því ég er svona idol-frík, sko. Ég er alltaf að horfa á American Idol og eitthvað. Einhverstaðar með minni með að Randy Jackson hefði sagt That's one of the toughest songs you can sing, dog. And you slated it. Þannig ég held að hann hefði talað um þetta sé erfiðasta lagið. Já, það var náttúrulega ekkert leiðilt að heyra að syngja. Nei, það er líka komið tíma á challenge á þessa röddina. Sérstaklega Auðun Blöndal. Sérstaklega auðvitað, sko. Já. Herru, takk hérlega fyrir þetta og gleðilega páska. Gleðilega páska, bye. Takk. Herru, þá eru komin inn að hellingur góðum lögum, Pétur, sem við veljum úr og eftir þegar við förum í karaoke-keppnina. Vil ég stölu á þetta? Já, en það er hins vegar komið að því að keppa í einleik. Eða viltu henda á eitt gott lag og keppa svo einleik? Það er náttúrulega allt tilbúið. Af hverju? Hvort viltu fara beint í það? Já, er ekki bra? Fara beint í einleikin? Já. Okay. Við erum ekki að þessu ruglíma. Nei, ég er bara pínu stressað með það, sko. Hver er þetta stressað? Ég hlakka til að heyra þinn, af því að minn ég veit það ekki. Og svo er þetta náttúrulega í höndum á hlustendum að þið þurfum svo að ringja aftur inn og kjósa hvor einleikurinn var betri. Já. Þannig að við erum að keppa bæði karaoke og einleik í dag. Já, og við náttúrulega, sko. Ég nenni ekki að fara með 0-2 inn í páskana, sko. Ég verð að taka aðra keppnina. Ég þarf að syngja svo Engill hérna eftir, held ég. Ok, og taka þá lag og svo einleik. Nei, ég er bara að segja. Já, ok, ég er datt út. Já, ok. Einleikur virkar þannig, sko. Nei, ég minna að þú veist að allir farið í leikhús. Já. Og þú getur farið á leiksýningu, það sem er fullt af fólki sem eru upp á sviði, að framkvæma leiksýningu fyrir þig, sem áhorfanda. Svo getur þú farið í leikhúsinu líka sem heitir einleikur. Það er bara einn leikari upp á sviði. Já. Og hann tala bara einn. Er bara með ein leik. Já. Og nú er ég bara að útskýra þetta bara svona fyrir þá sem að mögulega kannski vita ekkert hvað þetta er. Þannig að hérna, og við erum náttúrulega bara amatörar. Já. Sko ég segi við spilum einn einleikinn, lag, svo hinn, og svo hinn einleikinn og opnum svo fyrir síman. Þetta er hrikalega óþægilegt. Við förum sem sagt bara í sínu hvoru lagi inn í stúdíó og þetta má vera hvað sem er. Já, við fórum sem sagt fyrir í dag með mikrofón inn í stúdíó og tölum, þetta var eitt af kjánalasta sem ég gert. Ég stóð bara einn með einhvern mikrofón og talja hann. Já. Og hvort ef að byrja á þínum eða mínum? Byrjum á þín. Já, byrja á mínum. Er það ekki? Jó, við getum alveg gert það. Eða hvað? En nú stressaðist ég þessu upp, þú ert svo óákveðin. Þetta er ríkala óþægilegt. Herðu, þetta er svakala óákveðin. Takk fyrir að benda á það. Já, við tökum minn þá fyrst. Þetta er keppni í einleik.
Hlustum að minn, fáum eitt lag, svo Péturs og svo ringið inn og kjósið hvor einleikurinn var betri. Á maður eitthvað útskýra út á hvað einleikurinn gengur? Heyrir fólk ekki bara? Já, ég ákvað að leika mér aðeins með að gambling man hérna og svona svo ég geti eitthvað að lifa minn í hlutverki. Þetta einleikurinn minn. Hæ, ástu mín, hvað segirðu? Ég? Nei, ég ekki búinn að vera að veðja okkur. Hvað ekki lagið með ástu mín? Þó ég sé að gambling man, þá ekkert alltaf veðjandi. Fannstu... Já... Djurgarden Ongeland. Já, þetta sænska íshokkey, jú, alveg rétt. Ég setti reyndar aðeins á það. Nei, það fór ekki alveg eins og ég hefði ætlað mér. Sá seðill eyðilagðist reyndar ekki á þeim leik. Hann eyðilagðist á einhverjum leik í portúgölsku annarri deildinni. Ég veit ekki hvaðan ég fekk þær upplýsingar. Annars hef ég ekkert verið að veðja neitt. Ég? Jú, reyndar. Hvað þá maður kíkja þessi bingo? Hvað þetta? Það nú bara upp á félagskapinn. Já, ég kíkti þarna með strákunum og ég var ekki búinn að hitta Kitta lengi og höfðum ekkert að gera hann. Kíktum þessi bingo, það talist nú ekki sem fjárhættuspil, fjandinn hafið það. Æ, hættu þessu, 2-3 happaþrennur. Hvað heldur þurfum bara að selja íbúðina? Jú, herru, ég keypti 2-3 happaþrennur og ákvað að styrkja gott málefni. Það var náttúrulega mistök hjá mér. Annars hef ég ekki verið, jú, hann fjórfaldur að kaupa lottó og telst ekki sem fjárhættuspil og þú veist það sjálf. Ég er búinn að segja þér að 10 sinnum ástu mín. Verðst ekki að þessu núna. Nú fer ég að vera pirraður. Þú vilt ekki að pabbi sé pirraður. Þú vilt það ekki. Er ég kvart undan því þegar þú ert að gamla? Nú, ertu að segja mig það og setja aldrei að gamla? Gamlar á mig. Og svo ertu oft eitthvað, þú og vinkonundar eitthvað að kaupa skó og eitthvað. Auðvitað það gamla að kaupa sér skó. Nú en að þeir eru óþægilegir eftir 2-3 skipti. Ekki getur þú skilað þeim. Ég myndi að segja þetta var ágætis gamli hjá þér. Ég er ekkert að snúa út úr ástu mín. Við bara það er að koma hérna páskar og allir bara sáttir og ljúfir og þurfum að standa í þessu. Nei, jú, það er reyndar að tvöfaldu umferð í ensku helgina. Gæti hafa hólkað aðeins á United og comeback hjá Liverpool, annars gerði ég ekkert. Jú, svo setti ég á Swansea, alveg rétt. Viðurkenna að setti 10 skall þar, Gylfi svo heitur. Æ, ástu mín, nú, hættum þessu, góðu, faðmaði kallinn. Góðu, faðmaði mig. Þurfum ekki að væla yfir ykkur svona. Þú veist að ég er löngu hættur að gamla. Já, góðu, svona, já. Hvað varst að fá þess að peysu það? Ertu við sem á fílaðan eftir viku? Nei, ég er ekki að það. En svona er þetta bara ástu mín, við gömlum stundum. Þetta var einleikurinn minn og, já. Þetta var æðislegt. Þetta var æðislegt. Ég hef með kjánarhaldnir í tær. Og hann konaðinn bara mállaus. Og sko, ég veit ekki, einleik talaði ekki bara fyrir mig. Átti ég að vera svona, jú, hvað er þetta að gera? Nei. Við heyrum einleikinn hans Péturs hérna eftir eitt stórkostlegt lag. Ég sá hana fyrir mig bara. Allan tíman bara. Know what that means. No one knows what it means, but it's provocative. No, it's not. It gets the people going. So hard, motherfuckers wanna find me. So hard, motherfuckers wanna find me. Sigfússon erum að keppa hérna í einleik og sem betur fyrir er minn einleikur búinn. Hann var svaðalugur. Hann var ógeðslega góður einleikurinn þinn. Já, takk. Og það hefur komið að Pétri Jóhanni. Já, minnir aðeins verið sí. Já, ok, við erum eitthvað sem var útskýra áður fyrir og svo ringir fólkinn í 511-0957 og fyrstur upp í 5 hvað þið vinnur. Já. Nei, ég þarf ekki að útskýra minn. Nei, þannig að ég bara... Hann er bara óþægilegur eins og hann stendur. Óþægilegur eins og stendur, svo þannig að allir klárir, bara henda honum í gang. Já. Þá er það komið að Pétri, minni búinn. Jæja, þá er maður búinn að koma sér fyrir. Loksins. Það var nú reyndar ekki mikið sem ég þurfti að koma fyrir. Bara þessi eini sófi. Hann var það eina sem ég fekk úr þessu sambandi. Eitt sófi. Og reyndar ruslatunna. Þessi ruslatunna hér, hún fylgdi mér. En ég er sáttur. Þetta er bara hitt besta mál. Sófi og ruslatunna. Ég þarf ekkert meir. Vegna þess að ég ætla ekki að horfa tilbaka. Ég ætla ekki að velta mér upp úr fortíðinni. Þetta samband var dauðadæmt frá upphafi í rauninni.
Þannig að hingað ég kominn, einn og yfirgefinn og með framtíðina í rauninni. Já, ég er með framtíðina. Hvernig er ég að reyna að blekkja? Hvernig er þetta að reyna að blekkja, Pétur? Þú ert aleinn í sófa. Aleinn í þessari íbúð. Þú ert búinn að spila frá þér vita rænu, drengur. Aleinn og yfirgefinn og hefur ekkert að lifa fyrir. Hvað ætlar að gera núna, Pétur? Þú ert alveg gjörsamlega vonlaus. Hvað heldur þú að þú getir? Heldur þú að þú getir búið einn? Og kannt ekki einu sinni að búa til hafragraut, hvað þó meira? Hvernig ætlar þú að geta hort fram á veginn og tekið opnum örmum á móti framtíðinni? Þú getur ekki þarna, drengur. Jú, víst get ég. Ég get og ég vil og ég ætla ekki að láta þetta buga mig. Ég ætla ekki að láta þetta buga mig. Og ég ætla að takast á við framtíðina. Og ég ætla að taka framtíðinni opnum örmum. Og ég ætla ekki að horfa tilbaka. Vegna þess að það er betra. Allt er betra heldur en það sem á ert að koma út úr. Allt. Þú getur staðið beinn í baki, Pétur. Þú getur staðið beinn í baki. Og þú getur litið á daginn í dag. Sem fyrsta daginn í restinni af lífinu þínu. Þetta var stórkostlegt, ég er með gæsahóð. Ói, hvað er þetta? Ég er með gæsahóð, ég get að svara það. Það er ástæðan fyrir það við erum að gera. Það er svo gaman að gera, óþægilega. Hluti bara einn inn í herbergi og gera hann einleik. Þetta er fyrsta sinni til þetta sem ég sé Pétur Jón skríða undir borð, haldandi hausinn á sér, en þetta var samt mjög góður einleikur hér. Þetta er á rú, þú veist, þú kemst í svona stöf. Já, þetta er svona útvarpsleikrit. Já, mér finnst þú bara að standa þér frábælega og já, við erum búin að opna fyrir síman 511-0957 og hvor einleikurinn fær þitt atkvæði? FM? Já, halló. FM 95 blöð, góðan daginn. Herru, það er Pétur. Pétur? Nú, hvað? Gjöðurlega. Grátandi maður. Hágrátandi og einn í sófanum heima á þessu. Þetta var algjör snild. Það var stáðan með það? Þú vildir heyra meira? Ég vildi heyra meira, sko. Þetta samt ekki dagskaluðu sem á komið til að vera, eða? Hvað veist þér? Já. Jú, en þið mættu líka að gera þetta svona kannski svona stand-up líka. Já, taka kannski stand-up hérna næst. Já, ég er til það. Herru, takk hjá fyrir þetta. Já, bæ. FM 95 blöð, góðan daginn, hvor einleikurinn fannst þér skárri? Allan daginn Pétur Jón. Allan daginn Pétur Jón. Ég er frá framhald. Hvað vil það framhald? Þetta verður framhaldsleikurinn. Minn gambling maður, hann er ekki að fara að fá neitt framhald, held ég. Já, það er yndislegur. Herru, takk hjá fyrir þetta. Já. Herru, það er 2-0 fyrir Bjössa, FM 95 blöð, góðan daginn. Halló. Lækka. Auði. Fæ ég þetta, hvað er? Þarna þekki þið, það er nefnilega, þú vilt halda spennu í þessu. Ég fekk svo leitt að það er eitt pitti á The Gambling Man. Nei, ég held þetta, þú veist, fólk þarf að kunna að meta þetta, hvað þú varst að gera, sko. Herru, takk hjá fyrir þetta. Þú settir okkur, halló, já, takk fyrir þetta. Herru, þú settir okkur nefnilega í svo skemmtilega aðstæðu, sko. Já. Mér fannst það. FM 95 blöð, góðan daginn, hvor einleikurinn fannst þér skárri? Það er Auði. Það er Auði? Já, 2-2, komið inn í þetta bara. Ég var mjög viss. Takk fyrir það, kallið minn. Takk fyrir, gleðilega páska. Gleðilega páska. 2-2. Hefði ég átt að gráta? Nei, ég var að rífast í konunum mín. Já, varst að rífast. Minn var of harður. Já, þú veist, ég fór auðveldur leiðina. FM 95 blöð, góðan daginn. Það er Pétur, sko. Það er Pétur, sko. Já, komið niður aftur 3-2. Takk, gleðilega páska. Já, gleðilega páska. 3-2. 3-2. Hvað ætlar að fara upp í? Það er upp í 5. Hvor fannst þér skári? Pétur. Pétur? Já. 4-2. Ó, ég held ég verið komin á rönn þarna. Greinilega sem hefur vita á leiklist. Herru, takk hérlega. Gleðilega páska. Gleðilega páska. Herru, ég verð að fá þetta atkvæðin, það séri döður. FM 95 blöð, góðan daginn, hvort fannst þér skára?
Herðu, það er Auðun Blöndal. Auðun Blöndal, herðu, maður er ennþá vinni í þessu 4-3. Þannig að ekki, nú er þetta spennandi. Hvað er staðan nú að? Ég heyrið á þessum, þetta er Gambling Man, hann þekkti hvað ég var að gangi í gegnum. Þetta er maður sem fer líka, klárlega. Fer mikið í leikhús líka. Já, hann veit út hvað leiklist gegnum. Já. Herru, gleðilega páska. Sumleis. Gleðilega páska. Herru, það er 4-3. 5-9-5 blöð, góðan daginn, hver fær þitt atkvæði? Það er Auddi. 4-4, það er úrslita atkvæðið í einleiknum. Þetta verður stremmt við það. Þetta er spenna, ég sé að Pétur var stressaður og hún fannst að vera komin með þetta. Nei, jú, mér leið þannig. FM 95 blöð, góðan daginn, hver vinnur einleikina þessu sinni? Það er Auðun. Vílík comeback, maður. Ég trúi þess ekki. Veistu að þú ert búin að gera fyrir mig páskana, hvað heitirðu? Elisabeth, ég ætti páskaegg og myndi senda það beint á þig. Af hverju átti ekki páskaegg? Ég veit ekki, af hverju við ekki að gefa páskaegg eins og allir aðrir nördarnir inni? Allar útvarpsstöðvar á landinu eru að gefa páskaegg. Já, við reyndar hringdum í Nóa Sirius og við heyrum það hér rétt á eftir. Herru, er ekki líka róleg og rómatíska innkoman þín? Er hún ekki þetta inn? Hún er á eftir. Mín? Okkar beggja, maður. Okkar beggja. Og svo karaoke-keppnin og það er alltaf að gera þetta. Við erum í því að keppa bara allan daginn. Já, þetta er bara í keppni. Ertu múin að leggja á hana Elisabethu? Já. Ætlaðir ekki að segja bara svona almennilega takk fyrir hana? Jó, hún er að hlusta og ég þakka henni alveg frá hjartanu. Fannst mér gaman að vinna þessa keppni. Ætlaðir ekki að segja gleðilega páska við hana? Gleðilega páska. Nei, tekkum samt á einum hvort að ég... Hvort það hefðir, ok, maður sjá. Við gerum þetta nú alltaf í karaokeinu. Hver hefði fikk næsta atkvæði? FM 95 blöð, góðan daginn, hvernig hefði þú kosið? Hvernig hefði þú kosið? Ég segi Pétur. Pétur, ok, þú hefðir... Þetta hefði ekki það bátt í báðum meginn. Já, svona er þetta, ef og hefðir. Valdir langa línu. iPad 2 er perla, slípuð af Steve Jobs, fáuð á hverjum degi á epli.is. Lögum við í 182 og Smáralind. Nonnabiti í Hafnarstræti er nú opið til klukkan 2 allar nætur og fram á morgun helgar. Nonnabiti, best fyrir svanga. B5, við seljum gull. B5 Bankastræti. Í dag er magnaður miðvikudagur og þá fylgir 4 GB minnislykill með öllum nýjum netlykla-áskriftum. Og þú greiðir 0 krónur fyrir netlykilinn gegn 6 mánaða bindingu. Vertu í góðu sambandi á stærsta 3G-neti landsins páskana. Magnaðir miðvikudagar með símanum. Nóa Kropp, bæði með ljósu og dökku súkkulaði. 2-föld brakandi snilld. Heineken Páskabingo á Úrillugórillunni í kvöld klukkan 9. Utanlandsferð í boði og velun fyrir skemmtilegustu borðin. Í dag er ofurdagur. 7 króna afsláttur með kortum og lyklum Orkunnar og staðgreiðslukorti Skeljungs á Orku og Sjálfstöðvum. Nýttu daginn vel. Orkan. Árið 1909 var Eiffel-turninn hæsta bygging heims. Það skiptir þig engu máli. Við lánum þér 1000 til 100.000 krónur í alltaf 30 daga. Fyrsta láni vaxtalaust. Það skiptir þig máli. 1909.is. Þegar þig vantar smá lán. 1909. Netinnritun er hafin. Sumarskóli FB. Hvíti riddarinn Mosfellsbæ í kvöld. Landsbyggðardrengirnir Reymur ásamt stuðhljómsveit sinni Meitin Sveitin verða á faraldsfæti páskana og byrja í Mosó. Hvíti riddarinn Reymur og Meitin Sveitin í Mosó. Oh yeah. Það er alltaf eitthvað nýtt og gott á Dominos. Nú getur þú valið 3 mismunandi botna, þú getur fengið klettasalat á pítsuna þína, þú getur skipt úr pizzasósunni fyrir Sizzler-sósu eða barbecue-sósu. Þeir bjóðast 5 mismunandi ostategundir og fyrir að kostnaðarlausu getur þú fengið ferskan hvítlauk, svartan pipar, chili-pipar eða oregano á þína uppáhaldspítsu. Dominos 58-12345. Þarftu lán? Ertu viss? Ekki verið í ruglinu. Ekki taka lán fyrir kakóbolla. Ekki taka lán fyrir pítsu. Og ekki taka lán með SMS. Ef skynsemin segir þér að þú þurfir örugglega lán, farðu þá á Múla.is. Ást, friður og Múla. Múla.is. Peningar á mannamáli. FM 95 blöð er í boði. Nýtt hjá Gretia. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 dagar. Gretia, Lakkeról, slættir úr körulunum. FM 95 blöð á FM 95.
FM 95 blöð með ykkur hérna á FM 957. Það styttist í karaoke-keppni okkar Péturs. Hún hérna rétt handa við hornið og... Það fljótt að gerast. Það eins gott að vera vakandi. Já, það er... Þú varst bara í tölvunni eitthvað að vasast. Já, ég hef var að undirbúið þeirra hlusta hérna FM 95 blöð. Ég var undirbúið hérna karaoke-keppnin okkar strákana. Það mikið að gera hjá okkur á milli laga þetta sko. Já, það allt að gerast þetta í stúdíónu og... Sko, við fundum ekki Sketman, þannig að þú getur ekki sungið á eftir. Nei, ég get ekki sungið Sketman, ég get ekki sungið þannig að mange bjúder. Nei, en það stefnir allt í að Pétur Jóhann taki hérna á eftir I Will Always Love You sem er nú svona fallegt og hugljúft. Það er Whitney Houston. Já, það er Whitney Houston. En þú ert eftir að ákveða þig. Já, við erum ekki farnir í karaoke-keppnina alveg strax. Allt er góð. Við ætlum hins vegar að, ég ætla að minna fólk á að senda spurningar á Pétur Jóhann inn á Twitternum hjá mér, @b, eða er eitthvað sem vilja spyrja Pétur, við erum að fara hérna í Q&A rétt á eftir. Já. Þannig að það er bara allt milli heimins og jarðar ef það er eitthvað sem... Fer maður bara inn á Twitter? Já, og skrifa spurninguna hjá mér og ég spyr hana hérna á eftir. Spyr mig að því? Já, spyr þig. Ok. Þannig að ef það er eitthvað sem að... Þetta er svona, við erum að leyfa hlustendum að kynnast þér betur. Já. Þannig að ef það er eitthvað sem þið þarna úti viljið vita Pétur, þá að gera fara inn á Twitterin og senda þessar spurningar. Já. En við vorum að spája að fara núna í... Já, við vorum að hugsa í dag að það er allt orðið svo dýrt á Íslandi. Já, það er svo rétt hjá þér. Já, við vorum með svona ákveðum að henda í 2 karaktera við Pétur. Þetta eru svona menn sem eru að hringja hérna í fyrirtæki. Þetta er svona ekki beint í og þetta er nú hægt að kalla þetta að svo sem. Við sögðum nú ekki fólkinu frá því við erum að grínast. Nei, gerðum það ekki sko. Nei, og þetta er svona menn sem að vildu bara fá að gera þetta sjálfur. Fá að búa til hlutina sjálfur. Já, bara fá upplýsingar hjá viðkomandi fyrirtækjum. Já. Hvernig er svona auðveldast að bara búa hlutina til sjálfur? Já. Er það ekki ódýrara? Já, það er ekki ódýrara að gera þetta bara sjálfur. Já. Og við ætlum að spila þetta fyrir ykkur. Ég hringdi sem sagt í Nóa Sirius og já, svona lékmann sem var án þreyttur á því hvað páskaeggur er dýr. Já, rándýrt. Rándýrt og já, hann hringdi í Nóa Sirius þessi einstaklingur og vildi svona fá að gera ekkin sjálfur og við skulum bara heyra hvernig það gekk. Hæ, ástu mín, hvað segirðu? Ei, vittlaust hérna maður. Herðu, það er bara... Þetta er nill. Ég elska svona. Þetta er þetta. Nóa Sirius, góðan daginn. Já, góðan daginn. Herðu, ég er búinn að vera að skoða hjá okkur þessi páskaegg. Já. Og mikið ofboðslegt verðir á þessu hjá okkur. Verðir á þessu? Já. Hvað er þetta búinn að vera að skoða? Nú bara þetta var nú bara síðast inn í Fjarðarkaupum. Í Fjarðarkaupum? Já. Það þykir nú mjög gott að vera þar. Já, þetta er ekki út með 2 börn og 2 barnabörn, er það? Já, það er náttúrulega alltaf eitthvað spurning, sko. Já, ég fá bara að hugsa, get ég ekki gert þessi egg sjálfur? Hvernig er það? Hvað er það? Er þið ekki bara með eitthvað suðusúkkulaði í þessu og... Nei. Nei, hvernig súkkulaði er þið með í þessum eggjum? Sko, við erum með rjómasúkkulaði og þú þarfst að vera ansi æfður í þess að fara að gera þetta sjálfur, sko. En hvernig hnóða ég þessu í egg sjálfur? Hvernig fáið þið svona egg að laga svo að krakkandi verður nú ekki vælandi yfir þessu? Þetta er allt gert í mótum. Já, hvað fæ ég svona mót? Ég veit það ekki. Öll okkar mót eru keypt bara erlendis frá fyrir löngu síðan, sko. Já, en svo er það að fylla þetta nammi og svona, er það bara eitthvað sem þið kaupið, bara eitthvað svona blandi í póka sem þið setið svona í þetta, eða? Hefur ekki séð inn í eggi? Jó, eða ég bara... Þetta er allt pakkað í litla póka sér. Já, hvað fáið þið svona litla póka? Hvernig get ég gert þetta allt saman? Þú getur ekki farið að gera svona egg. Nú, hvað heldur það? Ég held ekki. Hæ? Ekki að það vorki sér fyrir þig, sko. Það hlýtur að vera ódýrar að bara henda sjálfur í 4 egg heldur en að vera að kaupa þetta á 25. Ég meina, hvað kostar súkkulaði? Það er ekki það dýrt eða? Hvað kostar þessar rjómablötu sem þið er að setja í þetta, veistu það? Nei, sko, ég náttúrulega ekki, þú verður náttúrulega að kaupa súkkulaði í okkur, það verður að kaupa það í heilum kossum, en ef þú kaupar út í búð þá kostar náttúrulega, ég veit ekki hvað þarft í 4 egg, En hvað kostar svona rjómasúkkulaði út í búð, veistu það cirka? Ég veit það ekki. Það er hver og einn verslun með sínar... Já, við erum með það kostar ekki mikið meir en 500 kallið það svona eitt súkkulaði það? Jú, það kostar eitthvað í það, þú þarft mikið meira heldur en eitt súkkulaði í þetta, sko. Já, en ég lít nú að geta gert 1 egg og 2 með það ekki? Hvað heldur þið þurfið mörg súkkulaði til að búa til 1 svona páskaegg? Ég veit ekki. En hvernig setjið þetta í svona egg? Sko, þetta er gert í verksmiðjunni hjá okkur.
Já, ég er náttúrulega ekki með versmiðu sjálfur. Hvernig ger ég þetta hérna heima hjá mér ef ég ætla að búa til snegg? Ég veit það ekki, ég kann það ekki. Ég hef aldrei vinnið í versmiðinu og... Bræðið súkkulaðið það? Allt súkkulaðið er náttúrulega bara hræst hérna út og síðan steipum við það. Já, þannig ég þarf að byrja... Það hræst í stórum potti og svo er þetta steipt í mót. Þannig ég þarf bara að henda þessi í örbylgjuna? Byrja á því? Ég bara veit ekki hvað ég á að segja við því ég er náttúrulega ekki að framlega páskaegg og ég veit að það borgar sér ekki að gera þetta sjálfur fjárhagslega. Já, þannig ég myndi tapa á því? Já. En þið eru ekkert með einhver eggfræði fyrra eða það? Nei. Hvað gerir ef eggin sem seljast ekki? Það er bara hendi að súkkulaði hefur bara ákveðin líftíma. Já. Þú selur ekkert súkkulaði frá því fyrra, það er alltaf dagsett. Nei, krakkarnir mínu myndu ekki fatta það er það sem ég er að spá. Jú, þau eru bara veik. Nú, endist þetta ekki ár? Getur maður ekki getið árskamalt súkkulaði? Þetta er ekki eins og rauðvínið bara? Það ekki. Það þarf að spæsa rauðvínið með það og hérna alveg... Nei, ég er að tala það er ekki súkkulaði svona eins og gott vín þetta lítur að endast aðeins. Það er lítil hjálp í þér, ég þakka þér fyrir. Allt í lagi. Já, bless. Hún verða þetta skammar. Já, hún gæti ekki hjálpa mér. Það var ekki mikil hjálp í henni ef hún var serious. Nei, hún ætlaði ekki aðstofa með að búa til mitt eigið egg. Það er ekki svakalega var þetta töff hérna á röddjöðu. Þetta er svona helgapappi sem er breytur að kaupa páskaegg. Hann hefði sig ekki leikur. Hvað er það náttúrulega mikið að súkkulaði þetta? Það getur nú ekki verið flókið. En Pétur Jóhann, hann hringdi hins vegar í húsasmiðina og ætlaði að gera sér eigin hátalara. Ætlum að hendi einn Adam Lambert og svo heyriði þegar Pétur Jóhann tekur kreppurráðið og ætlar að búa til sína eigin hátalara með að hringja í húsasmiðina. Allt og dýrir þessi hátalara. Það er bara allt og dýrst á Íslandi. Hvað viltu mér? Í alvörinni. Hvað hef ég gert? Já, what do you want from me? Akkur ætla að sé svona að spyrja þessu? Ætla að sé ekki, að því hann vann ekki American Idol. Hann geti setið eitthvað í honum. Bara what do you want from me? Ég söng svona vel og gerði allt rétt en samt vann ég ekki. Hvað vil ég meira? Já. Hann getur verið að spyrja því. En við erum hérna í, svona smá kreppuhorni, við Pétur hringdum báður í dag í fyrirtæki, þar sem við vorum svona vonast til að geta gert hlutina bara sjálfur. Og leiðbenningar það hjá fyrirtækjunum. Já, ég var að hringja á hann í Nóa Sirius og vildi svona fá að vita hvernig ég ætti að búa til páskaegg. Og Pétur Jóhann, hann hringdi hins vegar í húsasmiðina. Og þarna þetta er karakter sem að þú lentir eins og nýið, eða ekki? Jú, ég lendi í eins og ég var að vinna í byggingarvörðslunum sín tíma. Þá kom maður þar inn sem var búinn að vera að ætlaði að kaupa sér hátalara. Bara svona hátalara sem hann ætlaði að hafa inn í stofu heima og hann fannst svo svífurlegt verð á þessu. Hann kom í deildina til mín, bara í timburdeildina og ætlaði bara að kaupa efni í hátalara og fór að spurja mig hvað er í svona hátalurum. Hvernig efni eru menn með í þessu? Og eitthvað svona, ég bara stóð gati, ég held að þetta væri bara eitthvað fíblagangur, en svo hann var ekkert að grínast. Hann var ekkert að grínast, en við hins vegar vorum að grínast. Kom svo með hátalarn og sýndi mér það. Ríkanlegur hátalara sem ég sé á aðeins. Sem hann bara búinn að smíða sjálfur? Já, ég veit ekki hvort hann fengi að fara með þetta inn í húsi heima á þessu, sko. Nei, við ætlum að heyra þegar Pétur Jóhann hringdi í húsasmiðina og þetta er svona, það er of dýrt að kaupa hátalara, þannig að hann vildi bara smíða á sjálfur. Húsasmiðan, góðan dag. Já, góðan daginn, ég ætlaði að aðtúa hvort ég geti fengið upplýsingar hjá þér. Já, gjör svo vel. Þannig er ég búinn að vera svona kann að verða á hátulurum, ég vantaði hátalara svona bara í heimahúsin í stofu á 60 cm háa. Hátalara? Já, og ég var búinn að, þetta er alveg svakalegt verð á þessu. Svona tveir svona hátalarar og 120 skall og efnið í þetta, þetta er ekki nefnir einhverja 6 hliðar og skrúur og ég með dætti að bara gera þetta bara sjálfur, smíða þetta bara sjálfur. Já. Og hvort að þið séu með efni í það þá? Hvernig efni viltu? Hvaða efni eru menn að nota í svona hátalara, veistu það? Já, ég veit það, það er mest notað MDF. Þetta er MDF, já. Hvað er að þýgt, veistu það? Það er til í frá 4 og upp í 28 eða 30 mm. Já, og hvað eru menn að nota þýgt í þessa hátalara? Svona 90 mm. Og er þetta plastúðað? Nei, mála svo. Ég þarf að mála það sjálfur bara. Já. Sko, ég vilja, getur þú gert með tilboð í 2 hátalara? Já, bara 60 cm háir. Og hvað breiðir? Bara 60 á breiðina líka bara, það er flott. Bara svona lítla hátalara. Ég er bara að standa á gólfinu, sko, þetta er ekki... Það er bara svo svakalega dýrt mitt að ég að smíða þetta bara sjálfur, sko, vegna þess að bara 120 skall, mér finnst þetta bara þvæla. Sko,
Við seljum efnið eiginlega bara í heilum plötum, sko. Já, þið getið sagað það fyrir mig eða ekki? Það væri flott, sko, þú getið bara með og síðan bara einhverja treskrúur í þetta eða ekki? Þetta ekki skrúa saman einhvern veginn eða þetta límt? Já, límt og... Bara með trélími þá? Já. Og gefur það eftir ef styrkurinn verður, þetta svona, sílíkon kannski betra? Nei. Bara trélímið? Já. Heldur ekki til þessu. Hvað segirðu? Sílíkon heldur þessu ekki. En heldur þú getur ekki gefið með tilbúð bara í svona 60x60 og ég tek bara plötuna, það skiptir ekki öllu, sko. Ég held að plata, ég meina, hvað kostar svona plata, 90 mm plata? Hún kostar... MDF plata. 8.000. Þannig að serðu það, 8.000 kall. Ég get örugglega fengið 4-5 hátalar út úr einni plötu. Nei. Er hún ekki 1.50 sinnum eitthvað? Sko, þú þarft hérna, hún er 122.305. Já. Lítur að sjá það, maður, þetta er bara að þvæla, þetta er verð sem að menn er að rukka. 120 skall fyrir 2 hátalar. Já, þú kaupir hátalarna þá líka, hann fylgir ekki með hjá mér. Fylgir hann ekki með hjá þér? Hátalarinn sjálfur. Ég veit það alveg. Ég get nú fengið það bara í góða hirðinum eða ekki. Eða eitthvað slíkt. Ég er bara að tala um bóksið, sko. Og hérna, getur sendt tilbúið til þín á e-mail eða? Já, ég væri til í að rúlla bara á því. Hvað, ertu ekki með opið? Jú, til 6. En hafið þið tök á því að saga í þetta bara á ettir? Það er ég ekki vissum. Nú, og akkur ekki? Það er bara svo mikið að gera. Að saga? Nei, sko, mannskapurinn er bara upptekinn í öðrum verkum. Já, þetta tekur nú ekki langan tíma. Þetta eru bara 6 liðar, þetta eru 12... Já, tíminn verður að kubbar. Samt, sko. En kemst maður í sögarna hjá þér? Nei, við leifum ekki fólki að fara í sæðina hérna. Jöfull er upp á því tippið. Herðu, ég verð að skoða þetta. Ég kíkja á þig að ná eftir. Gerðu það. Gerðu það. Það var ekki að nenna þessu. Nei, hann var ekki, varst þú að nenna þessu þegar þú fekkst svona mann í bíkó sem ætlaði bara að smíða sinni eigin náttúrulega? Já, maður bara... Þetta var bara skemmtilegast það sem ég gerði. Já. Það var að taka á móti svona fólki. Svona típum. Já. Gaf mig góðan tími. Þú sér það bara á einni plötu getur þú smíðað 6 hátalara. Og það, hvað kostaði platan? 8 á skall? 8 á skall. Já, þetta bara segir sér sjálft að þetta er hagstæðara. You do the math. You do the math, segja þér, það styttist hér í karaoke-keppni okkar Péturs Q&A, þannig að þið eru með eitthvað spurningar á Pétur, þá sendið inn á Twitterinn hjá mér og svo erum við líka að fara í rólegt og rómantískt. Vá, maður, það dögur ekki tíminn fyrir þetta alls saman. Nei, það er svo þéttur pakkið hjá okkur. Nei, við þurfum ekki að sleppa neinu, við náum þessu öllu kallið minn, við höfum 40 mínútur eftir hérna og svo erum við konið í páskafrí. Við ætlum að hoppa hérna í örstuð skilaboð og komum svo með karaoke-keppni FM 95 Blu. Nú eru páskarnir á næsta leiti og FM 957 er með glaðning fyrir þig. Alla virka daga fram á páskum gefum við páskaglaðning frá Nóa Sirius og Egils Malt og Appelsín. Fylgstu með á FM. Ég hef elskað þig frá okkar fyrstu kynnum. Það var ást við fyrstu sýn. Egils Malt og Appelsín. Sjáuð bara allt þetta súkkulaði. Ég get bara ekki beðið eftir að smakka. Nói Sirius. Í dag er ofurdagur. 7 króna afsláttur með kortum og lyklum orkunar og staðgreiðslukorti Skeljungs á orku og sjálfstöðvum. Nýttu daginn vel. Orkan. Full fermi af fermingarbúnaði. Spjaldtölvur, fartölvur, myndavélar og fleiri eigulegar fermingargjafir sem endast. Netverslun.is og Nýherji. Nonnabiti í Hafnarstræti er með opið til kl. 2 allar nætur og fram á morgun helgar. Nonnabiti, best fyrir svanga. Rísegg, draumaegg. Þú færð gómsætt Freyju páskaegg í næstu verslun. Kíktu til okkar í Chicago á Grill 66. Chicago er 2-faldur bacon ostborgari með jöklasalati og frönskum kartöflum. En ekki fáðu Chicago nema sér svangur eða svöng, en þá þurft að vera mjög svöng. Þú finnur Grill 66 á völdum ólistöðum. Grill 66 er betra grill við veginn. Universal kynnir fjölskyldumyndina Lorax. Mér langar að sjá alvöru tré. Frá þeim sömu og færð okkur Aulinn ég kemur einn skemmtilegasta teiknumynd ársins. Kjóst þú þetta tré niður? Myndin fór beint á toppinn í Bandaríkjunum. Lorax. Sýndum land allt í samstarfi við 66 gráðu norður og Sorpu.
Trommusett frá Yamaha, Pearl og Tama. Cymbalar og slagverkshljóðfæri í miklu úrvali. Hljóðfærahúsi Tónabúðin, Síðumúla 20 og Sunnuhlíð Akureyri. Motorola Razr kynir. Here for what? Wrath of the Titans. Oblivion. Geðveikasta ævintýramynd ársins. Sam Worthington og Liam Neeson í magnaðri þrívítarmynd. Sýnd í þrívít í völdum kvikmyndahúsum. Sýnd í Sambíónum. Keyptu miða á Wrath of the Titans á sambio.is og þú getur átt möguleika á að vinna Motorola Razr. Síma Guðana. Ætlar því bústað páskana? Í dag fylgir 4 GB minnislykill með öllum nýjum netlyklaáskriftum á mögnuðum miðvikudegi. Og þú greiðir 0 krónur fyrir netlykilinn gegn 6 mánaða bindingu. Gildir aðeins á meðan birgðir endast. Magnaðir miðvikudagar með símanum. Nóa Kropp. Ómissandi, brakandi snilld. Heineken Páskabingo á Úrillugórillunni í kvöld klukkan 9. Utanlandsferð í boði og velun fyrir skemmtilegustu borðin. Við bjóðum ykkur velkomin allt land. En meira í leiðinni. Hraðir peningar. Hraðpeningar.is. Nú eru hlöllabátastæðinir orðnir 10. Ávallt ferskir. Við óskum ykkur öllum gleðilegra páska. Atlandsolía. Universal kynir grínmyndina American Pie Reunion. What's up, classmates? Upprunalegi hópurinn mættur aftur í drepfyndinni mynd sem gefur fyrstu myndunum ekkert eftir. Nancy Implants. American Pie Reunion. Sýndum land allt í samstarfi við Coca-Cola og hraðpeninga. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Við erum ungir og hressir. Er þetta gott lag? Mér finnst þetta skemmtilegt. Ertu ekki að fíla þetta? Jú. Það er eitthvað svona sömmur í þessu, finnst mér. Ég fer í gott skapir þetta. We are young. Eitthvað. Það er eitthvað við þetta. Ég vissi ekki með þetta lag. Ertu ekki að fíla það? Nei, ég vissi ekki með það þegar ég heyrði það fyrst og þegar ég var búinn að heyra það 14 sinni, þá vissi ég ekki ennþá. Já, ok. Svo einhvern veginn allir að fíla þannig. Ég ákvað að fara bara að fíla það líka. Já, svona bara vera með. Já. Hvaða takk er þetta? Ég veit það ekki. Ætli þetta sé ekki eitthvað af þessu lyklaborði hérna sem ég er búinn að rústa. Þetta getur verið takkinn sem þið eru búin að vanta hérna. Þetta er svartur takki sem liggur frá borðinu á mér. Já, ekki hræða mig. Ég held að þessi allir takkar á sínu stað núna. Hlusta á þetta. Þetta er takkinn. Já, þetta er takkinn að detta á borðið hérna sem Pétur Jóhann. Þið eru að hlusta hérna FM 95 og ef það er eitthvað þáttur sem kemur ykkur í páskaskapið þá er það þessi. Now lead em! Og það er komið að karaoke-keppni. Já. FM 95. Við Pétur keppum alltaf í karaoke á miðvikudum. Já. Við fengum hlustendur með. Já, fyrir í þættinu fengum við hlustendur til að hringja inn og velja lögin. Það komu frábærar hugmyndir eins og Broken Wings, Scatman, Bohemian Rhapsody og eitthvað svona. Já. Bohemian Rhapsody. Og já, við höfum valið 2 lög sem að var hringt inn með. Já. Annars vegar Mirror með Lil Wayne og Bruno Mars. Já. Og hef ég ákveðið að syngja það eiginlega svona bara fyrir sveppa, af því það er ekkert lag sem hann þolir minna. Hann þolir það ekki? Hann þolir ekki. Hann klikkaður. Já, hann tek Mirror og er skítrættu við og Pétur Jóhann ætlar að taka eina fallegustu ballöðu allra tíma, I Will Always Love You með Whitney Houston. Já. Þetta eru lögin sem við höfum ákveðið að velja frá hlustendum. Þú byrjar? Ég byrja, ok. Tilbúin? Og já, það er minni pressu á mig núna eftir að unni einleikin. Mér finnst það. Þannig ég get farið bara hérna og vel afslappaður inn í þennan söng. Takk fyrir að minna mig á það. Ég er að minna mig á það að þú vannst einleikin. Það þýðir að ég verð að vinna þetta. Já, ég er að peppa þau upp fyrir karaoke. Og sko ég er enda pínu hræddur um mitt lag því að ég þekki ekki alveg hvernig, það er ekki að væli við því hvernig rappið og það kemur inn. Nei, ekki byrja strax. Nei, ég ætla ekki að gera neitt. Ertu tilbúin? Ég er klár. Ég er klár. Og ég hjóla í, þetta er lagið Mirror með Bruno Mars og Lil Wayne. Þetta er mjög vinsælt hérna á stöðunni. Ég ætla að prófa þetta. Ég átti að særa þetta að hlægi ekki maður. Af hverju? Að ég er að sjá hvað þetta lag er kjánulegt. Look at me now, I can see my best. En það skiptir engum máli. Það var einhver hlustandi sem vildi þetta. Þetta var sem sagt vel leist hjá þér. Mitt framlag þessari karaoke-keppni. Þetta er lagið. Ég ekki að koma yfir til þín? Jó, komdu hingað. Þetta var lagið Mirror. Og já, vona ég að hlustendur höfðu gaman af. Ég væri til í einhver atkvæðu eftir, viðurkenna. En það er eins og komið að Pétri Jóhanni sem er allur upppumpaður hérna. Og herðu, ég ætla að gefa mig allan í þetta. Ætlar að gefa allan í þetta? Gerur það ekki alltaf? Jú. Já, ég fíla það. Og hvaða lag er þetta? Þetta er I Will Always Love You með Whitney Houston. Já. Þú varst að velja þetta rétt á hann. Ég byrjar bara strax, þú veist.
Ég held að það bara klart, þú tilbúin það? Nei, ég meina, byrjar söngurinn strax? Já, lagið byrjar ógeðslega snemma, sko. Söngurinn? Já. Ertu tilbúin það? Já. Þetta var stórkostlegur flutningur á það höfði, Pétur. Nei, ég veit get svo svarið. Ég misti röddina hana maður. Já, þetta var bara... Ég var komin út í bara... Þetta bara, þú veist. Já, ég get lofaði því að þetta var bara... Ég er orðurlaus, þetta var svo fallegt þér. Ég veit það ekki. Þá eru bæði lögin búin. Mirror og I Will Always Love You. Og þetta er í ykkar höndum kæru hlustendur eins sem fyrr. The game is on! Já, fyrstur upp í 5 atkvæði vinnur. Það er hvort að fólk að fíla balluðuna eða smá rapp í bland við balluðu. Við ætlum brotna fyrir síman. FM 95 blöð, góðan daginn. Góðan daginn. Góðan daginn. Það er Pétur Jóhann. Fannst þér ekki fallegt þjón? Jétturinn, jú, alveg afskaplega. Já, þú fékkst gæsahúð. Já. Ég líka. Ég veit að fullt af fólki að núti sem hugsa nú með að páskati koma, sko. Herru, takk hjálpa þetta. Já, takk innilega, greiðlega páska. 1-0 fyrir Pétri, FM 95 blöð, hvort lagi fannst þér flottara? Það var Johansson. Það var Johansson. Vá, 2-0. 2-0. Þetta er eins og, herru, takk innilega fyrir þetta atkvæðu og hefur gleðilega páska. Já, svo leið. Gulur í gegn, gamli, gulur í gegn. Gulur alla páskana, ég og þú og ég. FM 95 blöð, góðan daginn. Já, hvað? Þetta er eins og í, einleiknum á hann, já, þú komst yfir. Ég verð að slaka á. Ég er að vona að þetta er einhverju Lil Wayne, Bruno Marsmenn hérna. FM 95 blöð, góðan daginn. Góðan daginn. Góðan daginn, hvort lagi fannst þér flottara? Pétur. Hann er komin í 3-0 maður. Herru, takk hjálpa þetta. Takk. Ok, bye. FM 95 blöð, góðan daginn. Góðan daginn. Góðan daginn. Hvort lagi fannst þér flottara? Engin annar en Pétur. Engin annar en Pétur, hann er komin í 4-0 hérna. 4-0! Maður tárast bara, þetta er svo fallet. Ég veit, þetta var svo fallet. Er það? Já. Ég gaf mig allan í það. Ég sá það, Pétur, og þegar þú gefið þið allan í eitthvað, þá áttu skilið að vinna. Þá má fólk passa sig. Já, bara, en það heyrðu það að... Jóns í svörtum fötum, hvað? Já. Hann á ekkert annað skil heldur en að vinna þetta, sko. Já, það stefnir í það 4-0. Takk fyrir það, og gleðilega páska. Það hafðu það yndislegt páskana. Já, sömuleiðis. Frá okkur vinunum hérna. Ok. Ok, nú, bæm. Gulur allan páskana, gamli, gulur. Það er 4-0 fyrir Pétur FM 95 blöð, góðan daginn. Góðan daginn. Góðan daginn. Pétur vann þetta. Pétur vann þetta, já, og hann er þess að vann þetta. 5-0, menn! Í fyrsta skipti! 5-0! Það var einskvæmt í vann einleikin, annars var ég núna full inn í páskafríð. Já, ég veit það. En reyndar hefur þú aldrei, Karoki, mikið að skilið að vinna, veist mér. Ég veit það. Ég var hlæjandi eitthvað í einhverju Mirror-lagi þarna sem var horfbjóður, meðan þú varst bara grátandi af vinnliðun. Já. Hvað heitir þú sem gafst honum sigur atkvæði? Valborg. Heitirðu? Valborg. Valborg? Vá. Ok. Flott nafn. Hvaðan þetta ringja? Ég er bara á leiðin upp í sveit. Ok, verður upp í sveit páskana? Ekki alla páskana, nei. Nei. Þú búinn að plana eitthvað? Nepp. Hann á þetta að vera. Það veit allt surprise. Guðan að bænum farað varlega á leiðinni. Já, kerðu varlega. Já. Gleðilega páska og takk fyrir atkvæðið. Já, ekki máli. Og Guð geymi þig. Og Guð geymi þig. Já, takk fyrir. Ok, bæ. Bæ. Ég þarf ekki að opna fyrir... Ég þarf ekki að opna fyrir leið. Jú, tekum á því. Hvernig hefur þú gósið? Hvernig hefur þú gósið? Hvernig hefur þú gósið? Blö? Ég hef gósið þetta. Þetta, jæja, ég fengi eitt þarna maður. Hæ, hvernig hefur þú gósið? Hvað er það? Hvernig hefur þú gósið? Ég hef gósið Pétur. Já, 6-1, þannig ég hefði fengið eitt af það. Þú hefði fengið eitt? Akkur svaraðir ekki í þá línu? Ég bara veit það ekki, Pétur. Herru, takk hjálpa fyrir þetta. Já, samanlega. Ok, bye. Gleðilega páska. Pétur Jóhann Sigfússon rústaði þessari Karoki-keppni. Við ætlum að fara í Troublemaker með Tayo Cruz og svo ætlar Pétur að koma með rómantísku innkomuna hérna eftir smástund. Nei, þú líka, maður. Við erum að keppi í því. Nei, það er ekki keppni. Ég veit bara, þetta er í staðin fyrir hressinkomuna. Já, og svo minn ég á Twitterinn. Eða eru með spurningar á Pétur, endilega fara inn á Twitterinn hjá mér og dælið spurningum og ég spyr Pétur að því einu eftir. Heyrðu þetta? Heyrðu partíð sem er í gangi hérna, Pétur? Með ykkur á miðvikudegi sem er svona nettur föstudagur samt margir í frí á morgun og margir konir í gýrin. Já, margir í frí á morgun og ennþá fleiri í frí á föstudaginn og svo kemur reynda lögadagur sem er vinnudagur. Já, hjá sumum. Já, hann er ekki rauður. Og svo sunnudagur og mánudagur, þetta er æðislegt. Spáðið við erum að þetta bara í páskafrí.
Í svona íðallur, eftir 20 mínútur þá eru konið í páskafrí. Já, og þetta er eiginlega sko miklu skemmtilegra frí heldur en til dæmis jólafríð. Já, þannig ertu öruggur með alla dagana. Já, og það er engin krafa á því að mæti einhver endalaus jólapartí og boð og... Nei, nákvæmlega, þú færð meira að chilla bara með þeim sem þú er gaman að vera með. Bara vera bara heimahögur og getur verið þar bara með góðri samskap. En auðvitað hefur gaman að vera með fjölskyldinu í boðum og svona. Æ, ég veit það ekki. Þetta er samt öðru í sig, ég veit hvað þú tala um. Já, og ekki þetta peninga og þú veist, kaupa þessa jólapakka og allir þessi, alla búðir trónar og tæta út allan bæ til að kaupa hitt og þetta maður. Nei, maður bara hendi í eitt páskaegg og það er allir sáttir. Já, og gott frí. Og gott frí. Þannig vil ég hafa. Ertu búin að ákveða eitthvað við páskana? Hvað ætlar að gera það? Nei, bara vera heima. Jú, það er einu sem ég er búin að ákveða. Já, ég er búin að plana að spila með fjölskyldunum á laugardaginn, annað ekki. Það er alltaf stemming. Spila. Hvernig þá? Fjárhættuspil? Nei, alias og... Já, svoleiðis. Og svona. Og bara spila með mútu og sitrum mínum og svo koma Sverrir og frændi og ykkur. Það er alltaf fjör. Já, ég held að þetta væri eitthvað 2021 bara. Nei. Blackjack. Já, heldur það bara að Maja sýsti sem bara hendur kasínó bara... Mamma eins og er í dílerinn bara í jakkafötum bara. Já, ok, allir vakandi. Hver var með 7 hérna í rólettunni, strákar? Já, herru, það var ég, sorry. Ég er í Blackjack hérna hjá Dæju sýsti, mamma, ég er að koma. Já. Nei, það er ekki alveg þannig. Nei. En það er eins og að komið að Q&A. Hlustendur eru búin að vera að senda inn spurningar á Pétur Jóhann hérna á Twitternum hjá mér. Hvað þýðir Q&A? Questions and answered. Já, gott. Questions and answers. Eða spurningar og svör. Já, hæ. Akkurat. Og það er... Nú ætlum ég bara að spyrja það sem að hlustendur okkar vilja vita, Pétur. Já. Og ef þið eru með eitthvað spurningar þá getið ennþá dælt inn. Við tökum nokkrar hérna í viðbót. Já. Og já, fyrsti hérna Hákon, hann spurði... Er þetta hraðaspurningar? Nei, bara svona fara róli í þetta. Hversu stórt páskaegg fær PJ Sig Fusion þessa páskana? 4. Númer 4. Búin að kaupa það? Já, ég er búin að fá það. Ok, Einar Jónsson spurði af hverju fór Pétur Jóhann Sigfússon ekki forsetaframboð? Það er bara rugl. Já, þú hefur áhuga á því einhvern mann? Nei, ég er góður maður. Nei, það er annar grínusti borgarstjóri í dag. Já, hann er miklu gáðaður en ég sko. Er Jón gáðaður? Jón? Já. Alveg fluggáðaður. Fluggáðaður? Já. Ok. Og það leið og ég gerði mig grein fyrir því hvað ég er svakalega heimskur. Þá var það miklu betra fyrir mig og fólki í kringum mig. Já, það er það sama hér sko. Já. Ég held ég væri óða gáðaður á tíma. Já, ég held það líka. Alveg bara mikið svakalega gáðaður með. En svo er ég búin að átta mig á því að ég er það ekki. Já. Og mér líður miklu betur. Já, og öllum í kringu. Já, og þar á leiðandi tók ég þá meðvitu ákvörðun að fara ekki í forsetaframboð. Ok. Ég er svo vitlaus. Akkurat. Hákon spurði, getur þú hugsað þér að vinna aftur í Bíkó? Já. Já. Og jafnvel bara húsmiðin líka, eða bara byggingur og öllum. Já. Ógeðslega gaman að vinna. Þú veit á öllum sem hlutum með þá, ekki? Jó, kallið minn maður, Guð verið með þig, maður lifandi maður. Já, svo spyr einnig hérna Eistið þig, hvaða líkamspart af sjálfur ertu sáttastur við? Mjaðmyrnar. Já, mjánaði með mjaðmyrnar aðeins? Já, minnst mjaðmyrnar á mér alveg svakalega sexy maður. Ok, skemmtilegt. Ég stend oft fyrir svona speilin bara og horfa á mjaðmyrnar og tek svona smá mjaðmarniki. Já, hvað tekur í bekk, ertu spurður hérna? Ekki jafn mikið og þú, allavega. Auðun Blöndal, ég las það í fréttablaðinu á baksíðinu að þú hefði tekið 220. Nei, það er ekki bekkur. Nei, hvað var það? Réttstöðulifta? Já. Það er eitthvað allt annað. Já, það er að lifta svona upp. Já, hvað er tekið mikið í bekk? Ég veit ekki, hvað er eðlilegt? Ég veit Mína eigin þyngd? Nei, ég er ekki sem á nárinni. Nei. Ef ég ætti að skjóta það, held ég að taki kannski svona 70 kíló. 60-70 kíló? Já, það ekki? Jú, ég hlýt að geta það. Guðmundur Ásgeirsson spyrði þig, með hvað líði heldur Pétur Jóhann í ensku knattspyrnunni? Já, ég náttúrulega fylgist ekki mikið með knattspyrnu, sko. Nei. En ég Swansea, já, Þorðin Grjótari Swansea maður með Gylfa. Já, við erum náttúrulega hérna með besti leikmann marsmánaðar, hann Gylfi okkar og ég held með Swansea. Ok, svo spyr einn hérna, í hvaða íþrótt ertu skástur, Pétur? Já, þetta er nú, já, ég minna, þú veist, það er ekki íþrótt, en snóker. Snóker, já, það er nú flokkar sem íþrótt. Er það? En svo ertu líka, þú ert nú góður öllu svona bíla, þú varst reyngarlega og geðu ykkur í gókart og svona, telst það eins íþrótt? Já, á einhverjum góðum degi myndi það teljast einhvers konar íþrótt kannski. Já, snóker og gókart. Já. Ok, en svona bolta íþrótt, ef þú yrðir að segja ykkur, hvað myndir þú taka? Karfa. Svaðalegur í karfa. Þú bara fórst að hlæja leið og ég sagði það. Ég var bara að hugsa því í karfu, ég var í til í það. Já, ég er svo hittinn sko. Já. 3 stiga körfur eru mitt alveg bara millinafn. Ok, Aðalgeir Axelsson spyrir hvaða bók ætla PJ Masterinn að lesa núna páskana? PJ Masterinn? Hvað? Hann er eitthvað nýtt á það. Hvaða bók ætla ég að lesa páskana? Ég ætla að lesa Svartur og leik. Svartur og leik, ok. Birna Kjarnesteð spyrir þig hvað er uppáhalds maturinn? Lambahryggur.
lambarhryggur. Tökum hérna 2 í viðbót. Og gamla mótan bara. Brúnasós og græna bönir og þetta. Já, Rungi Pop spyrði, hefur Pési baðað sig og þvægi annars manns? Rungi Pop? Nei, kallar hann sig það? Já. Heyrðu, hefur Pétur baðað sig úr þvægi annars manns? Já, hann er örugglega að tala þá í strákana eða 70 mínútur og svona. Já, það ekki? Nei, ég meina, ég geri það á hvernig deg, annars liti ég ekki svona vel út. Já, Þetta er miðbönnuð þvæg. Já, svo er einn greinlega frá Keflavík, hann Þórhallur Guðjónsson. Hvar fann Pétur Jóhann kærustuna sinna í hinni hættulegri borg Keflavík? Já, kallið minn. I could tell you, but then I would have to kill you. Nei, við fundum hvert annað á MySpace. Á hættulegu strætum veraldarvefsins. Já. Er ekkert meira? Jó. Þetta gaman með. Já, Páll Ári Pálsson spyrði, hvernig bíl á Pétur Jóhann? Nissan Terrano, 1999, sjálfskiptur, 2,7 dísel. 125 hestur, turbo, intercooler. Það er ekkert annað. Svaðaleg græja maður. Toppluga, rafmagn í topplúgun og rafmagn í rúðum öllum maður. Það er rafmagn í öllu kjaftaðinu? Já, og svo er það með rúðuþurkur. Já, Bjarki Bergmann spyrir, hvernig gerum maður köttin? Þú setur tunguna á milli tannana. Já. Þú veist? Hvað, upp eða niðri? Nei, jaxlana í rauninni, aftast alveg. Já. Hljóðið myndast það, sko. Aftast, alveg hérna bara, alveg í hotninu eiginlega. Já, bara hjá endajöxlunum. Þetta er í rauninni, ef þú myndir gera Andrisvönd, hvernig gerur hann, maður heyra það? Ég kann ekkert að gera Andrisvönd, verður ekki að... Nei, varstu ekki að spyrja hvernig maður gerir þetta? Jó, nei, hann var að spyrja þetta um Bjarki. Já, einhver Bjarki, já. Svona eitthvað. Já, og svo gerur það bara hraðar, bara með meir kraft. Já, og herru, tökum við það eina í viðbót. Fjölnir Þrastásson spyr, hver er draumabíll Svarta Péturs? Hver er draumabíll Svarta Péturs? Já. Þetta er bara... Ég væri til í eitthvað, bara rugg. Já, hver er draumabíllinn? Bara eitthvað svona... Bara... Ferrari Testarossa eða eitthvað. Ég væri til að sjá það á Ferrari Testarossa. Keyrandi bæinn. Já. Helferskur. Já, þetta var Q&A, ég byrst afsökunar ef ég náði ekki öllum spurningunum, en við skuldum hérna auglýsingatrákandir og mætum svo aftur að vörmuspori. Heiðar Austmann er í boði KFC. Smeltu þér á kjúklingaborgara á KFC, aðeins 699 krónur. KFC, svo gott. Það er einhver hundur í þér? Já, maður, ég ætlaði að fara í bankan og taka smá lán og ég skildi bara ekki bás. Akkur ferð ekki bara ná smálán.is. Vandar ekki bara smá? Þú segir hvað þú vilt mikið og í hver langan tíma og sér strax hvað það kostar. Nú, það var aldrei sagt með það. Smálán.is. Ekkert stórmál. Happy Days á B5. Frábær tilboð á milli 4 og 10 alla daga vikunar. Happy Days á B5. Smirnoff færi þér stærsta partysónkvöld ársins. Tónleikar Shit Robot í Reykjavík. Miðvikudagskvöldið 4. apríl, daginn fyrir skírdag. Á Factory, Smiðjustíg. Einnig koma fram BG Barregard, Casanova, DJ Marger og Daniel Ágúst. Miðasala fyrir fram á miði.is. Eilíf ást, Partysón og Smirnoff á Factory. Nóa Kropp, bæði með ljósu og dökku súkkulaði. Tvöföld brakandi snilld. Vertu með í fermingarleik IKEA. Vantar þig stærra rúm, betra skrifborð, flottari fataskáp eða nýja hillu? Veldu vörur fyrir 100.000 krónur og þú getur unnið þær allar. Taktu þátt á IKEA.is. Leið í brekkurnar í Bláfjöllum. Kauftu passan og nestið á N1 Ártúnshöfða á leiðinni í Bláfjöll. N1, meira í leiðinni. Dílar.is í dag. Eins mánaðar ketilbjöllur námskeið hjá Vegsport á aðeins 6.900 í stað 15.000. Dílar.is fyrir þá sem vilja meira fjör. FM 95 Blö er í boði. Nýtt hjá Kretia. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kretia, láttu það eftir þér. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957.
með ykkur hérna á FM 957. Klukkan að verða 6 og já, við Pétur erum að fara að kveðja ykkur bara. Já, það er komið tíma á það. Það er komið tíma á að kveðja. Það er að koma páskafrí og... Já, þetta er síðasti þáttur fyrir páska. Já, síðasti þáttur fyrir páska og... Næst verður þú... Ég og Sveppi hérna á þriðjudaginn næsta. Þriðjudaginn næsta, já. Eftir tæpa viku. Sem er líklega 10. apríl eða eitthvað. Jú, ég held að það sé bara hár rétt við, 10. apríl. Já. Þannig að þá mætum við hérna helferski við Sveppi með, já, vonandi splungun í en heitaklefa og fleira. Já. Pétur, ég þakkaði bara kjallaði fyrir daginn. Við ætlum að vera rólegt og rómatíst, en við þurfum bara að geyma hann til næsta miðvikudag. Við höfum ekki tími það. Nei, það er bara nýr liður sem verður þá eftir viku. Það er bara þétt dagskráin á FM. Það er búið að vera svo þétt dagskrá hjá okkur að við höfum bara ekki komið öllu fyrir í dagskráinu hjá okkur. Nei, og allt í góðu lagi með það. Já, vonandi hafið það sem allra best yfir páskana. Kæru hlustendur, vonandi höfðu þið gaman aðeins í dag og við félagarnir. Það er þétt umferð. Það er þétt umferð núna. Út úr bænum. Segja þér hérna. Já, vonandi keirið líka bara öll valega. Er eitthvað sem vilt segja við fólki sem situr núna í bílnum sínum og er að keira? Í guðanabænum, elsku kæru vinir, fariði valega þarna úti. Já. Í umferðinni. Gæti ekki orðað það betur. Já, bara ekkert að vera að flýta sér. Nei, það liggur ekkert á. Miðvikudagur, öll helgin framöndan. Já. Slakið bara á og þeir komist res og kátt á löðarenda. Það liggur ekki lífið á? Nei. Hvernig er kvöldið hjá þér, Pétur? Hvað er það að gera í kvöld? Svona fyrsta páska? Kvöld? Er ekki Grey's Anatomy? Ertu bara alltaf í þessu? Er það bara Grey's Anatomy og Gossip Girl þegar á miðvikudag? Já, ég elska Gossip Girl. Er það í kvöld? Er það ekki líka alltaf miðvikudag? Yes. Gossip Girl. Já, Grey's Anatomy. Og Mildred Pierce. Já, svo viltu meina hún sér ekki Whipped. Nei, hvað, þetta eru bara vel skrifaður og skemmtilega þetta. Já, það eru kæri hlustendur, við heyrjumst á þriðjudaginn. Hafið það sem allra best yfir páskana. Við viljum enda þetta á M&M Spacebound.